Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Hefur Sandra sigur hérna á Valsvellinu, þið hljóta að vera himinlifandi með það? Já, bara í skíunum. Það er bara sterkur út í öllu og þetta er bara snilld. Þessi leikurinn í dag, mörkin voru að koma frekar seint, voru eitthvað svona stressaðar fyrir leikinn? Já, ég neita því ekki sko. Mér finnst svona, hann er alltaf búið að magna hana leik svolítið upp. Stórleikur, jú, hérna stóru liðin að mætast. Og svona do or die svolítið fyrir þær. Þannig að það kannski smitaðist bara svolítið út í hópinn hjá okkur. En við náðum að klára þetta á endanum, stáltögar. Þegar svona mörkin fyrir maður ekki datt inn, var þetta þá í húsi fannst þér? Já, það var svona ákveðin léttir og hérna, já, mér fannst það. Þá svona urðum við miklu afslappaðari og settum bara annað í kjölfari og út af því að þær líka urðu fyrir pressu þá þurftu þær að fara að sækja. Þannig að svo bara kláruðum við þetta. Þessi deild virðist vera að spila svolítið svona tvískipt núna, þið og Blikarnir með fullt úr stiga. Er þetta liðin sem kom til með að berast titilinn? Já, ég held það. Ég meina við vitum alveg hvert við stefnum og hérna, bara þetta verður spennandi, held ég. Má ekki segja þessi búið að skilja kannski val eftir úr þessari toppbaráttu? Jú, eða bæði og. Það verður bara svolítið erfiðara fyrir þær, svona krísuvikuleið. Núna þurfa að stóla það að önnur lið fara að tapa stigum. Þannig að þetta er svona erfitt en allt er hægt. Þetta er ekki búið, fullt eftir. En á meðan þegar Blikarnir er að spila þá verður kannski ekki verið að tapa mörgum leikjum? Ég vona ekki, ef við höldum áfram sömu braut sko, en hérna, það má ekki ákveða að þetta sé búið sko. Það er bara einn leikur í einu eins og maður segir. Þið ætlaði að halda áfram þessari braut? Já, auðvitað. Það væri bara asnalegt ef við myndum ekki gera það. Hlað mikið með þetta. Takk.